þá ætlum við að ræða Gaza eins og oft áður. Hingað komin Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin. Takk fyrir. Þessi samþykkt öryggisráðsins, það sem samþykktu tillögu frá Bandaríkjunum og kannski Ísrael. Hvaða merkingu hefur hún? Já, hún hefur auðvitað þó nokkra þýðingu vegna þess að þetta er öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og það voru 13 ríkja 15 sem að kusu með tillögunni og Rússar og Kína þeir sátu hjá og þetta er í raun og veru til að Trump-stjórnarinnar en það sem hins vegar vantaði í upprunalegu drögin var að það var ekkert minnst á fullvalda og sjálfstæða Palestínu en það voru Arabaríkin og svona sambandríkjas múslimska ríkja sem kom því til leiðar og í raun og veru líka bara út af því að meðalans það sem er gert ráð fyrir að það verði hann friðargæslulið og það er semst gert ráð fyrir að það verði Arabaríkin sem að komi með liðsmenn inn í það og þetta er í raun og veru það sem þeir þá fenguðu þetta í staðinn og þannig að tillagan er raunverulega það að Donald Trump taki yfir stjórn á Gaza? Jú, og þetta byggir raunveru á þessu að það verði þarna svokallað friðarráð sem að hann fer fyrir og óvíst hverju eigi að sitja í því og gert ráð fyrir því að þetta friðargæsluliðið komi þá til með að leysa fylla upp þetta tómarum sem að kemur þá þegar að ísraelski herinn dreifir sér tilbaka og þarna verið þá skapa forsend til þess að sé hægt að vera með uppbyggingu og mögulega að teka skref í átt að fullveldi Palestínu en það er allt náttúrulega háð einhverjum skilyrðum og enn og áður og enn og aftur þá er ekkert heldur minnst á Vesturbakkann en það er raun og veru samt sem áður var heimastjórnin hlynnt þessu. Þetta er auðvitað það sem að skipti máli að þarna sé bindandi ákvörðun öryggis- og Sameinuðu þjóðanna sem liggi þá að baki því að átökin hætti. Og Ísraelsmenn fari út. Já, fari út. Og svo komi þarna einhver friðarstjórn Trump og alþjóðlegir friðargæsluliðar og raunverulega hafi Palestínumenn ekkert með stjórn svæðisins að gera. Sáralítið. En þarna er líka verið að hugsa til þess að þá verið þá óhindraður aðgangur mannúðaraðstoðar og eins og staðin er núna þá náttúrulega það er að koma vetur og það er rigningar og þessi tjöld sem eru þau eru hríblek og það er alveg hörmulegt ástand sem mannúðarástand sem er á svæðinu og líka að þrátt fyrir það að þetta svokallega vopnalíf hafi verið í gildi núna rúmlega 5 vikur þá er búið að drepa 270 manns á þessum tíma. Þannig að það verði þá raunverulega hægt að drepa fólk, koma mannúðaraðstoð til þeirra, koma að einhverju uppbyggingu. En svo eins og allt í kringum Gaza og Palestínu þá auðvitað eru líka mjög undarlegir hlutir að gerast. Ég meina Ísraelsir er ennþá með stjórn á 53% svæðinu og það komið fréttir af því að fyrir síðustu helgi þá hefði allt í einu komið bara leiguflugvélar með fullt af Palestínumönnum til Suður-Afríku. Það voru eitthvað 153 farþegar. Engi var með stimpil í vegabréfinu að þeir hefðu yfirgefið í Ísrael eða hernumsvæðin með einhverjum hætti og þetta kom stjórnvöldin þarna í opna skjöldu en Palestínumenn geta ferðast í Suður-Afríku og geta verið 90 daga án þess að vera með áritun og þegar að samtök, svona mannúðarsamtök sem starfa þarna, sem man ekki hvað heita í Suður-Afríku, voru búin að samþykkja það að taka þessir að hýsa fólkið og á meðan minnskosti væri verið að skoða málið og hvað þetta gera að þá og svo voru sumir af þessum Palestínumönnum sem heldur svo áfram í önnur flug til annarra landa og svona samkvæmt fréttum sem eru kannski hvað skýrastar á Al Jazeera þegar kemur á svona raunverulega hvað gerðist að það var víst einhver listi í gangi þar sem fólk gat skrifa nöfn sín á listan eða vildi komast í burtu frá Gaza en það var víst voðalega óljóst hverjir standa á bakvið þetta þú veist hverjir eru með leiguflugvélarnar og þvíumlíkt og þetta náttúrulega ýtir undir það sem fólk hefur verið að segja að það eru þarna þjóðernishreinsanir og það er verið að reyna að koma bara fólki í burtu með skipulum hætti og svo hefur verið bent á það að núna í tengslu við aðgerðir Trump gegn innflytjendum og eins og Suður-Afríku að þeir einu sem geta í raun og veru komið til Bandaríkjanna frá Suður-Afríku eru hvítir Afríkumenn og þetta sé einhvers konar þetta sé einhvers konar
það sé einhvers konar samkomulag þarna á bakvið sem að þó enginn veit af eða slíkt, en þetta kannski bara samsæðiskenning, ég veit það ekki. En Suður-afrísk stjórnvöld hafi samþykkt að taka við Palestínumönnum gegn hverju? Gegn því að Suður-Afrikumenn gæti farið til Bandaríkjanna og já, en svo á sama tíma finnst mann þetta ekkert endilega líklegt út af því að þetta kemur ríkisstjórninni mjög á óvart virðist vera og það Suður-Afrika sem með mál og hóf þetta mál gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum að þeir vera að fremja þjóðamorð og brota alþjóðalögum. Þannig að það svona margt í gangi og svo auðvitað er hafa undanfarið komið í ljós líka komið í ljós hver hefði í raun og veru lekið upplýsingum innan úr hernum í sambandi kynferðisofbeldi sem hermenn að fremja á föngum og hún gaf sér fram þessi yfirlögfræðingur sem að hjá hernum og sem ég man ekki hvað heitir en það komið fréttar af því hvernig hún einhvern veginn hún fannst ekki og hún fannst ekki og svo fannst hún og nú búið að saka nú landráð og fleira og það áhugavert í sambandi við þetta brot að leka trúnaðarupplýsingum og kannski endurspegla pínlítið heiminn og hvað margt orðið lítið brenglað þegar að þú lekur í raun og veru upplýsingum aðgerðir á vegum stjórnvalda sem eru samt brot á lögum en það samt sem sagt brot á lögum og glæpsamlegt og þá ertu sakar landráð og þannig að mér finnst þetta bara gera auðvitað tilefni til þess að endurskoða hvenær þú gerst brot við lög þegar þú lekur trúnaðarupplýsingum ef að trúnaðarupplýsingarnir í raun og veru koma upp það að þú ert að fremja glæp og við erum alltaf að tala að reyna að byggja upp einhvers konar fælingu gagnvart því að fólk sé að brjóta lög og sérstaklega brjóta mannréttindi fólks og brjóta lög í hernaði og kynferðisofbeldi í stríði náttúrulega hefur verið fylgifiskur stríðs og það búið dæma fyrir það fyrst eftir Bosníustríð og Rúanda og ákæra menn og þeir hafa fengið fangelsisdóma í kjölfarið og það ýmislega búið að gera til þess að reyna að byggja upp fælingamáttin en samt gerist þetta ennþá og auðvitað í svona trausti þess að þetta gerist ekki síst þegar menn eru í haldi hins aðalans og þú heldur að enginn komist að þessu að maður sér myndina, maður sér samt sem áður að þeir eru samt sem áður að passa upp að það enginn sjáu vegna þess að þeir nota skildina sem þeir eru með svona eins og óerðalögreglur eru með svona stóra skildi og þeir fara í kringum mannin og eru með skildina til þess að sjáist ekki hvað að gerast en svo sést maðurinn þarna í lokin og svo voru líka mannréttindasamtök á Gaza sem heita Palestinian Human Rights Center eða palestinsku mannréttindasamtökin og þau eru mjög öflug og þau í raun og veru þegar það var búið að skera úr það að lögsa alþjóða sakamáladómstólsins næði til hermendusvæðina þá hafa þeir í raun og veru skrifað skýrslur og sendt til dómstóluna, alþjóðadómstólsins og alþjóða sakamáladómstólsins hluti sem þeir telja sig brot á mannúðarlögum meðal annars bara herkvíin og hún sé brot og fleira og þeir sem sagt voru núna nýverið að birta skýrslu þar sem þau hefðu verið að tala við fólk á Gaza, palestínumenn sem hefðu verið haldi hersins og orðið fyrir ofbeldi, kynferðisofbeldi bæði konur og kallar og þetta eru vitnisburðir og þeir sem sagt, þetta er vitnisburður fólks, þetta eru ekki myndir eins og lágu út úr fangelsinu á Vesturbakkanum eða Ísrael en þetta eru mjög og þetta er ekki lestur fyrir viðkama myndum að segja, þú veist, út að þetta eru bara lýsingar á hræðilegu kynferðisofbeldi og misþyrmingum og limlestingum En varðandi yfirlögfræðingin sem er sakaður landráð er ekki þannig að þegar ríki er í stríði að þá gilda oft allt aðrar reglur að það sem að við erum í stríði að þá er leki á öllum upplýsingum alvarlegri. Þetta er ekki orðið að þegar stríði byrjar að þá sveigjast allar reglur.
Já, en þær eru samt til staðar og og þannig og líka þetta eins og í þessu tilviki þá náttúrulega verið uppljóstra, þetta er eins og uppljóstrun, það eru uppljóstra brot á alþjóða eða mannúðarlögum og reglum þeirra sem að halda fólki eru með það í gæsluvarðhaldi eða varðhaldsvist. Þannig að þessi lög gilda auðvitað á stríðstímum. Brot, en lekinn getur orðið alvarlegur þar sem að ríkið í stríði. Ég bara veltaði fyrir mér, það stundum þegar það eru stríð og þá skilgreiningarnar allt aðrar og skildur borgarna allt aðrar. Já, það hefur reynda komið svolítið mikið í ljósi í tengslu við Úkraínustríðið að það eru takmarkanir á málfrelsi og fjölmiðlafrelsi og fleira sem hefur verið réttlætt með því að hagsmunir og þjóðarhagsmunir Úkraínu séu það mikilvægir í þessu stríði gegn Rússum að það réttlæti það að það sé ekki verið það séu sett að takmarkanir á ákveðna hluti og ákveðin réttindi sem að þykja þá sjálfsögð á friðartímum. Við má fara aftur á samþykktinni. Hún er það að komi þarna ný stjórn yfir. Ekki allt Gaza. Ísraelsher mun ekki fara frá öllu Gaza, skilja eftir eitthvað svona buffer þar sem þeir ætla að geta varið sig þá eru þeir inni í Gaza, ekki í Ísraels megin. En hugmyndin er svo að þessi stjórn taki yfir, 70+% af Gaza. Já, náttúrulega bara Gaza í raun og veru eins og það leggur sig kannski fyrir utan þessa meðfram landamærum við Ísrael. Já, og svo eitthvað svona svæði þar fyrir innan sem er eitthvað svona... Já, nákvæmlega. Hver er tímaraminn á þessu? Er þetta eitthvað sem á að fara að drífa í bara í næsta mánuði eða verður unnið að þessu hægt og bítandi og kannski svona páskarlitið Já, satt að segja, þá veit ég ekki hver tímaraminn er. Ég veit ekki hvort hann ég er ekki viss að sé í samþykktinni, og það er heldur ekki vita hverju ég að vera í þessu friðaráði og og það er heldur ekkert ríki búið að bjóða fram hersveitir til þess að taka þátt í friðargæsluliðinu og svo á sama tíma og heimastjórnin hefur lýst yfir opinberlega og hún sé samþykkt þessu. Það er að tala heimastjórn á Vesturbakkanum. Já, heimastjórn Palestínu sem er á Vesturbakkanum að þá hefur Hamas lýst yfir að þessu mótfallnir þessu og það er náttúrulega gert ráð fyrir því að þeir afvopnist og komi ekkert að stjórn Gaza eða bara Palestínu yfir höfuð og eins og utanríkisráðherra Palestínu sem var hér í heimsókn hún sagði að svo framlega sem að til dæmis Hamas bara samþykkir tilvist Ísraels og tveggja ríkja lausnina að þá sé ekkert sem mæli gegn því að þeir bjóðu sér fram ef og þegar þingkosninga verða en þarna er náttúrulega bara gert alferð ráð fyrir því að þeir komi ekkert að stjórn en hvað framtímperi skaut sér auðvitað erfitt að segja að Hamas-liðið að segja að þetta sé ekki í þá í takt við vilja þjóðarinnar og þeir náttúrulega halda því fram en maður svo sem veit ekkert, maður hefur ekkert beinlínis séð kannski hvað palestínska þjóðin vill annað en að hernámið hætti og þeir geti bara haft sitt eigið ríki og losni undan þessum kerfisbundna ofbeldi. Það er ekki spurt palestínsku þjóðina. Nei. Við getum gert ráð fyrir að það séu ýmis sjónarmið uppi. Margir vilja bara allt frekar heldur en það ófremdarástand sem er búið að vera. Já. Eins og stundu þegar þjóðir eru undir árásum og innrásum þá verður vaknar upp þjóðleikskennd og menn vilja allt frekar heldur en að sá sem réðst inn fái sínu fram eins og Ísraels að mörguleita fá fram. Kröfurnar sem eru lagðar á Hamas og Palestínumenn eru svolítið svívirðilegar. Hvar eru það? Til dæmis eins og þú nefnir að viðurkenna Ísrael á meðan að Ísrael eru vel ekkert að viðurkenna Palestínu. Nei, og það kemur enn og aftur í ljós að það var ítrekað þess að ríkisstjórn Benjamin Netanyahu og þeir væru ekki að samþykkja tilvist sjálfstæðs ríkis Palestínu. Er það ekki tómt mál að vera að tala eitthvað tveggja ríkja lausn? Jú, Ísrael viðurkennir ekki hitt ríkið. Nei, nákvæmlega og eins og staðan er núna
þá virðist aðalmálið vera þetta að stöðva stríðið, að Ísrael dragi sig af svæðinu, í staðinn komi einhverja öryggistryggingar þá sem eru þetta friðargæslulið. Auðvitað vilja síðan þessar hersveitir sem koma inn og ef það er eins og gert ráð fyrir verða aðalega og röðum annarra Araparíkja, þeir hafa engan áhuga því að fara í eitthvað stríð við Hamas. Nei, Hamas að vera búið að afvopnast áður. Nákvæmlega. Þá er spurningin hver á að stýra því. Ég sé þetta bara ekki. Og það er akkurat mjög óljóst líka, hvernig á að afvopna Hamas og hvernig á að koma í veg fyrir það að þeir haldi áfram, sem sagt, að reyna að vera undir vopnum. Og þú veist, þannig að það er í sjálfu sér það er bara margt óljóst og þetta sérstaklega í ljósi þess að þeir sem eru á móti þessu eru semst Hamasliðar og ríkisstjórn Benjamin Netanyahu í raun og veru, miskustu opinberlega. Þannig að en samt sem áður öryggisráð Sameinuðu þjóðanna því það náttúrulega þau ríki sem eru þar að þau styðja við bakið á þessum aðgerðum að þarna dragi Ísraels her sig tilbaka og þetta er kannski eina í raun og veru þá tryggingi fyrir því að þeir geti þá gert það á þess að eiga að vona því að það verði þá árásir verði árásir frá Hamasliðum en þetta er alveg satt eins og þú segir, þetta er allt mjög óljóst og þetta er búið að vera óljóst mjög lengi og það einhvern veginn skortir dálítið mikið skilleikan í þessu og hvernig á að framkvæma þetta út af því að forsendurnar eru ennþá þær sömu, þú veist, palestínamenn hafa í raun og veru enga aðkoma að þessar ákvarðantöku, þetta eru önnur ríki, það er enginn sem búin að bjóða fram hersveitir í friðargæslu, Hamas er á móti þessu ríkisstjórn Ísraels á móti þessu, þú veist, það er ekki vita hverju hefur verið í friðargæsluliðinu, þannig að ég held að það sé náttúrulega, þá er þetta bara ákveðin þrýstingur auðvitað þegar öryggisráðið er búið að taka þessa bindandi ákvörðun, en það vantar leiðina. Því að Ísraelsmenn segja líklega, já, við munum hörfa þegar Hamas er búið að afvopna sig. Já. Og Hamas segir að við getum mögulega að afvopnast ef Ísraels er farin. Og ef maður ber þetta bara saman við til dæmis bara Norður-Írland og írska lýðveldisherinn og þú veist, friðarviðræður það náttúrulega tók mjög langan tíma og það var ekki fyrir en það var búið að semja sig niður á ákveðna niðurstöðu sem að afvopnun átt sér stað í kjölfarið. Og gönguleiðin eftir einstíðinu var algjörlega teiknuð upp. Já, nákvæmlega. En þarna er þetta ekki. Þetta er til að það sem að er lögð fram af Bandaríkjunum og með aðkomu Ísraels og hún er síðan lögð fyrir öryggisráðið samþykkir það en staðan er meira að minna svo sama. Þetta er óframkvæmuleg. Já, og líka bara út af því að þetta, eins og segi, að Palestínumenn kom ekkert að þessu. Það er aftur verið að gera þetta svona það að ríki Palestínu verði fullvalda það sé þá skilyrt og það er meðal annars skilyrt að því að, eins og segi, að heimastjórnin fari í nokkurskonar, já, eins og er kallað bara endurhæfingu nánast og Hamas fari frá og þannig að það komi stjórnvöld sem að við getum lengt okkur við, geti Ísraels menn sagt. Já. Sko, það sem að manni finnst skrítið við þetta er að þetta verið fyrir að byggja á svona einhverju óskhyggju Donald Trump að það sé hægt að búa til frið með einhverjum hætti og sína einhver svona myndir af því hvernig þetta gæti verið í framtíðinni og hann verði yfir einhverju og þetta er flott nafn á þessu friðarstjórnin og vísar eiginlega frekar í svona fyrirtækjastjórn heldur en landstjórn. Já. Og talar að hann hafi séð að koma með frið sem hafi ekki verið hann í 3000 ár held ég hann hafi sagt síðast. Já, já. Og það er bara, hann er bara það svona og hann setur sér ekkert inn í svona megin atriði deilunar og þar alveg er ekki í lausninni hans nein lausn að rekja upp vandan sem hann fyrir var vegna þess að hann sér hann ekki. Nei. Þannig að hann bara kastar upp ykkur tilboði og heldur að allir sem eru bara að stríða og eitthvað svona segir bara já, þetta er bara miklu betri heimur, koma þangað. Og hann er bara svona. Það sem er mjög steyla skrítið að þetta farið bara í gegnum öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og líka þegar uppalegu tilhörnarnar svo voru kynntar að voru allir Evrópuleiðtogarnir bara voru rosalega ánægðir með þetta og það sem ég eiginlega skil ekki, akkur hefur svona vörn bara eðlilega skynsemi, akkur hún bara gefið eftir einhvern veginn og er bara eiginlega hvergi til. Og Araparíkin sem að kannski er að reyna að ná inn að einhverju er að semja það að kannski ef til vill muni verða stemt að eitthvað sem að kannski allir vita fyrirfram að jú, það er betra að hafa það, en þetta er ekki lausnin, sko.
Nei, nákvæmlega. Ég skil ekki okkur þetta mál að koma þetta. Já. Nei, það í raun og veru alltaf óskiljanlegt og það náttúrulega, eins og ég segi, það eins og að Palestína lýsi yfir sjálfstæði 1988, ég meina það var alveg 80 eitthvað ríki sem að studdi það strax frá upphafi, svo ríki sem hafa komið þetta fram eftir allar þær hörmungar sem búin að eiga sér stað núna og lýsa yfir stuðningi sem í raun og veru svona vissanhátt merkingarlaus sko, í ljósi þess hvaða aðstæður eru komnar og hvernig ástandi hefur sífellt farið versnandi eftir 2005 og 2006 eftir kosningarnar í raun og veru, bara síðastliðin 20 ár og þessi stað komin upp og á vissanhátt það finnst mér bara eins og að einhvern veginn, það einhver uppgjöf í þessu líka. Já. Það uppgjöf í þessu, það svona, já, Bandaríkin þarna, besti vinur Ísraels, látum þá bara þetta og hérna við getum, Evrópuþjóðirnar koma þá eflaust með einhverja fjármuni inn í uppbyggingarstarf og inn í mannúðaraðstofuna og því líkt, en þegar virðist vera að sko pólitíkin í þessu öllu saman, að það eins og sé bara ákveðin uppgjöf gangi og þú veist, það sé bara búið ákveða það að styðja þetta og bara og vonast til þess að þetta þá leiði til þess að átökin minnskosti hætti og leið náttúrulega afleitt þrýstingi á ríki að gera eitthvað og nota þær friðsamlegu leiðir sem hafa alltaf verið til staðar til þess að láta minnskosti vanþóknin sína í ljós. Og það fannst mér enginn að viðbröðum þegar tillagan kom fram upphaflega hvað Evrópa var fegin að þurfi ekki að halda áfram að beita þrýstingi á Ísrael. Já, eða sko almenningur að beita sín stjórn til þrýstingi. Já, ekki almenningur, því að sko stjórnmálastéttina í Evrópu og hún andvarpaði bara. Já, ég veit það, út af því að þeir eru undir sko, einhver var að segja við mig daginn að þeim fyrst fólk ekki almenningur ekki nóg hafa verið aðgert en almenningur allstaðar hefur verið að mótmæla og reglulega og verið með alls konar þrýsting og sniðgöngurhreyfingar og ég veit ekki hvað það bara stjórnmálastéttin sem hefur ekki brugðist við og verið mjög treg til þess og svona og endanum einhvern veginn, já, ákveðin feginleiki að Bandaríkin komi þarna fram og bara taka af skarið og þau geti svona bara sagt, jæja, nú getum við kannski sett þá bara eitthvað peningi uppbyggingstarfi eða mannúðaraðstöðu sem ég var að segja. Þó svo kannski enginn hafi trúið að þetta muni halda eða leiða til neins eða. En það, já, mér finnst rosalega uppgjöf og hérna, og það er auðvitað mjög dapurlegt og auðvitað, mér finnst að allir vestræna lýðræðisríki ættu auðvitað að standa að baki því að fullveldi Palestínu sé virt skilyrðislaust. Þetta náttúrulega orðnar alveg rúmlega 150 þjóðir sem hafa viðurkennt Palestínu en það þarf að búa til einhverja lausta sem með aðkomu Palestínumanna þannig að það verði þarna fullvalda ríki. En þetta heldur áfram að vera svona háðum skilyrðum og í raun og veru endurtaka bara sömu mistök og þegar Osloasamningurinn var sem að hérna einmitt alltaf svona skilyrði þú veist og alltaf að hérna eins og þurfa að fara í gegnum hverja prófun og fætur öðru bara til þess að eiga það skilið að fá að búa í þínu ríki og það sé fullveldi þess sé virt út af það auðvitað myndum að halda að það væri betur farveg fyrir frið að fullveldi væri bara virt skilyrðislaust eins og ávið í tilviki Ísraels. Landamæri í Palestínu varinn fyrir þessum svakalega nágrannar sem að viljur ekki við landamæri. Nákvæmlega og þá er hægt að byggja eitthvað þar upp og það verður auðvitað þá mögulega hægt að koma upp einhvers konar öryggistryggingum fyrir báða aðila og þú veist í sambandi við landamæri og fleira en það að ríki Palestínu sé í raun og veru eigi bara rétt að sé svo framalega sem Palestínumenn gerir þetta, gerir hitt og gerir hitt. Það svona skapar ákveðinu ómöguleika vegna þess að á meðan að hernámið stendur, hvernig átt að þau uppfyllta einhver skilyrðum sem eru þá forsendið þess að þú eigi skilið að verða fullvalda þjóð og það sé virt. Þannig að mér finnst einhvern veginn að þetta er alltaf í sama farveginum og það er alveg búið að sýna sig öll þessi ár og alla þessa áratugi þetta er ekki rétta leiðin og alltaf einhvern veginn heldur alþjóðsamfélag áfram á sömu leið og mann finnst þið bara alltaf vera að grafa hóluna sko dýpra og dýpra
þú veist, og hvað gerir svo? Ég, eins og segi, ég meina... Það er ekki leið að þetta munni úr þessu verði ykkur raunhæf leið. Upplifur það? Mér finnst bara svo erfitt að spá fyrir það. Þú veist, núna minnskosti alvaran í því að minnskosti að stöðva stríði verið orðin auðvitað meiri þegar öryggis- og Sameinuðu þjóðanna er þarna baki. Og en síðan eins og segir það hvernig á að fást við eins og þegar við erum að átakafræði, þú veist, þú ert að reyna að ná einhverjum ákveðnum markmiðum og hætta stríðsátökum og ná fram friði, þá þarfst að eiga við þá sem eru mótfallnir til honum sem koma fram og það er kannski verið að reyna það á bakvið lukta dyr að eiga við mótstöðuna hjá Hamas-liðunum og líka mótstöðuna sem er inn í ríkisstjórn, Benjamin Netanyahu, út af því að ef allir eru ekki á sömu blaðsi þá nú vanalega, þú veist, nokkuð ljóst að hlutnir gangi ekki upp. En auðvitað Bandaríkin með gífurlega mikið áhrifavald og bæði Ísraelsmegin og auðvitað hafa þau líka áhrif á Arabaríkin. Já, en það ekki líklega að þau nái að hemja Ísrael að mestu, svo þeir haldi áfram svona að flytja fólki í burtu, túlki einhverja atburði þannig að þessi brot á vopnahlé og gera einhverja loftárásir, þannig að verði frekar eins og svona frosið ástand. Jú. Frekar heldur en að við séum að fara í eitthvað skref í eitthvað átt, því að leiðin svo veik. Já, nei, ég meina þetta náttúrulega gerðist eftir upplýst Sovétríkina, þá urðu svona átök sem voru bara kallið frosin átök og það fannst aldrei nein lausn á þeim sem var öllum þóknanleg og þannig lagað, en svo auðvitað raun og veru auðvitað, þú veist, ætti að vera mikið þrýstingur bæði ríkisstjórn Benjamin Netanyahu og þó að ég viðkenni alveg og sé samþykkt því að Palestínumennir eigi að fá ráða sínum málum og ákveða hvernig þeir haga síðan sinni stjórn og þegar þar að kemur þingkosningum og hverju bjóða sér fram og svo framvegis, að þá finnst mér samt sem áður auðvitað að Hamas samtökin þurfu líka að hugsa í raun og veru hvað mögulegt að gera þarna en svo að sama tíma þá finnst mér þessi krafa afvopnun þegar það meira að þú veist réttur sem varinn samkvæmt alþjóðlegum að þú getir gert uppreist gegn hernámi og gegn árásum sem eru gerðar á þig. Þannig að þú veist, það líka svo flókið, þannig að þetta fer enga svona hefðbundna sáttamiðlunarleið eða samningarleið, friðarsamningarleið eða þú veist, og afvopnun kemur þá í kjölfarið. Þetta er ekki byggt á þetta sögu vegna þess að sá sem að semur þetta, hann þekkir ekki söguna. Já, nákvæmlega og ég meina, þú veist, það spurning, ég hugsa að afvopnun eitt, en eitt að taka allt vopnabúrið, setja það einhvern varinn stað, láta bara einhverja vinaþjóð Palestínu, einhver arbist ríki bara, þú veist, að hafa auga með vopnabúrinu og það sé ekkert aðgengilegt Hamas-lífum á meðan að vera að reyna að koma mannúðaraðstoðinni inn og þú veist, og það sé trygging fyrir því að það veri ekki gerða frekar árásir frá Ísrael og þetta verður síðan bara hluti af vopnabúri palestínsku öryggisveitana sem að nú þegar eru til og auðvitað palestínumenn ekkert ánægðir með vegna þess að þeir tala oft tvöfalt hernám vegna þess að þarna svo mikið samvinna á milli Ísraels hers og öryggisveitana palestínumanna. Þannig að þú veist, það líka bara spurning hvaða leiðir hægt að fara að settu marki. Þetta að fara einhverja millibilsleið eða þú veist, hvað þýðir afvopnun, þú veist, og svo framvegis. Ég meina það er að gera upptæk vopnin, það er koma í vörslu einhvers sem bara vörslaðali. Er ekki vandi palestínumanna sá að það er ekkert ríki í heiminum sem að hefur svona beina hagsmuni af því að styðja frelsisbaráttu þeirra? Almenningur gerir það á svona siðferðislegum og réttlætislegum sjónarmiðum, en ríki taka oft ákvarðanir bara út frá sínum eigin öryggishagsmunum. Já. Og það er ekkert ríki sem að hefur þá öryggishagsmuni að setja sig af einhverju hörku upp á móti Bandaríkjunum Ísrael til þess að styrkja stöðu Palestínumanna. Þetta náttúrulega kom dálítið
vel í ljós þegar þessi svo kallar Abraham-samningar voru gerðir einmitt við 4 Arabaríki sem að fannst það ekki tiltökumál að það var ekki lengur skilyrði samkvæmt fríðarfrumkvæði Arabaríkjanna frá 2002 þá var það gett skilyrði að stjórnmálasamband og öll viðskiptasamband og fleira við Ísrael séu eingöngu eðli svo framalega sem að það ríki Palestínu orðið fullvaldi ríki en þetta var þessi var bara vikið til hlíðar við gerð þessar samning og það var verið að gera samning, það var samningu við Sádi-Arabíu í farveginum þegar árásir Hamas voru gerðar og þá höfðu bæði heimastjórn Palestínumanna og Hamas liðar mótmælt þessum samningum út af því að þetta algjörlega verið að jaðarsetja okkar deilu og það ekki gert skilyrði að Palestínumál sé leyst. Þannig að það var svona farvegurinn sem þetta fór í en það voru samt Sádi-Arabíu voru samt búin að gera einhverja kröfur það veri hort til lausnar á Palestínumálinu svo kallega en síðan þetta bara gerist þessi gagna árás í Ísrael sem að fer þá náttúrulega út í það sem hún fór í að það bara verið að fremja þjóðarmorð á fólki og reyna að hreinsa svæðið af Palestínumönnum og það í raun og veru alveg með ólíkindum og það hafi komið fram tillaga að hálfu tveggja þjóðarleiðtoga Donald Trump og Benjamin Netanyahu að það ætti bara að fara með alla Palestínumanna í burtu og vera að leita að ríkjum til þess að taka á móti þeim og það er alveg þetta svona á okkar núna á 21. öldinni það heyrir maður ekkert af þessum svona einhverjum nauðungaflutningu fólks af einhverju landsvæði þar sem á að byggja bræðstandabæ þannig að það er allt auðvitað mjög furðulegt og skrítið í kringum þetta og mjög óhefbundið myndum að segja þannig að það ætla að friður á þessu svæði verði mikið atriði fyrir Evrópu og Arabaríkin. Já, vissulega. Það er kannski verið gaman að sjá þau ræða saman eitthvað þau getur beitt sér í því því ég held að það sé líklegra að þau finni einhverja leið til friðar heldur en Bandaríkin og Ísrael. Já, og ég hef meira aðeins verið að svona komið þá til að það er bara haldið upp á 40 ára afmæli leiðtogafundarins á Íslandi með að bjóða bara öllu liðinu að koma í höfða og ræða málin og finna þessi þráður Trump og Netanyahu ég held að hann muni bara hann lítur að slitna Eitt í sambandi við svona óraunsæði sem oft er í alþjóðastjórnmálum og þú nú alþjóðastjórnmálfræðingur eins og ég var að tala að þegar Trump og Netanyahu koma með þessar ramman að þessu samningi að þá verður svona fegileika stuna á stjórnvöldum í Evrópu að þau þurfu ekki að beita sér og kannski gangast við einhverju tillögu eins og í sömuleyti í öryggisráðinu sem er kannski ekki stenst eiginlega ekki í skoðun eins og tillögurnar þeirra á blaðamannafundinni í Hvítahúsinu hún stenst ekki í skoðun þessi tillaga hún bara getur ekki haldið annað sem að þú nefndir Úkraínustríðið þá hefur maður verið að fylgjast með að það er hluti af svona gullforða og gjaldeyrisforða Rússar geymdir í Belgíu Og ég heyri ekki betur en að Evrópuþjóðirnar séu búin að ráðstafa þessum peningum mér liggur að segja 18 sinnum því að Zelenski fer til Svíþjóðar og kaupir 150 þotur fyrir hennar pening svo fer hann til Frakklands og kaupir 150 þotur fyrir hennar pening Evrópa samþykkir að nota hennar pening til þess að kaupa vopn frá Bandaríkjunum Evrópa samþykkir að nota hennar pening til þess að endurbyggja Úkraínu eftir stríðið og þetta er bara eins og peningarnir frá frunni í Hamborg og maður er að velta fyrir sig hvað á hvaða stað er eiginlega umræðan í Evrópu alvarlegustu mál Evrópu ef að þetta er viti sem er í þessu því að það er eins og bara viti sem bara farið Þeir eru ekki eftir þessu þeir eru margs sem búin að eyða þessum peningum ég held 14 sinnum Já, þeir eru að leggja hald á þessa fjármuni sem að öllu líkindum er ómögulegt í bönkunum Belgía mun aldrei leyfa það
vegna þess að því að það mun enginn leggja inn peninga í belgíska banka eftir það. Þannig að í fyrsta lagi þá munum þeir aldrei geta náð þessu pening. En þar fyrir utan þeir eru búin að eyða honum aftur og aftur og aftur og aftur. Hann er alltaf svona lánalína í raun og veru, svona fyrirfram gert ráð fyrir að þú fái peningin. Og sem er eiginlega hjartað og nýrun og lifrin og allt saman í allri aðstóð Evrópu til Úkraínu er að þessi peningar sem að ég held að allir gera sér grein fyrir að verði aldrei notaðir. Nei. Og þar sem þeir var aldrei notaðir, þá getur náttúrulega ráðstafað 14 sinnum og vilt. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er allt bara orðið í þykjustunni. Já. En það er ekkert máli, en þetta náttúrulega líka bara endurspeglar sko mismunin þegar kemur að afstöðu til gagnvart Úkraínu og auðvitað Rússum sem gerðu þetta innrásarstríð. Og við erum mikið að tala vopn og vopnasölu og að Úkraínumenn fái bara öll vopnin til þess að verja sig og það verða að vinna, þú veist, sigurinn verða þeirra, hernaðarsigurinn og þannig að já, maður er svona velta fyrir sér sko, það er auðvitað enginn greinlega tilbúin að gera bara það sem var gert eins og í Bosníu og svona árás eða þú veist íhlutin nafni mannúðar, bara hernaðar árás eins og var gerð á Serba tvísvart til þess að bara stöðva þeirra aðgerðir. Það verðist enginn vera tilbúin að gera það gagnvart Rússum. Já. Og Rússland er kjarnorkuveldi. Já, ég veit það. Og þannig að þetta er leiðin sem er farin, það er að senda þeim öll þessi vopn. Og svo á sama tíma var það var heimsting kvenna og það er náttúrulega kannski minna fari fyrir einmitt umræðu þú veist þessa stríðsglæpi sem eru frammi fyrir utan ránið á börnunum og veist af þessum skilyrðum sem 5 skilyrðum sem eru að þjóðmorsi í gangi þar að eiga 4 við Ísrael og Palestínu og 1 við Rússa og Úkraínu og það eru börnin sem eru tekin og bara rænt og maður veit ekki hver örlög þeirra verða og það er verið að fylgjast með þessu með það er svona staðsendingabúnaður sem að Yale-háskóli er með til þess að þú veist að geta fylgst með svona hreyfingum yfir landamæri og ýmislega svona og Evrópuráðið náttúrulega er að vinna í þessu og Kolbrún Gylfa sem þingkona og sem í raun og veru að vinna með Evrópuráðinu í þessu máli en það sem er líka að því á heimstingi kvenna þá komið með sendinefnd frá Úkraínu, þingmannasendinefnd og svo önnur sendinefnd kvenna það sem var utanríkisráðherra Úkraínu var í og frankastjóri jafnréttisstofu hjá þeim og fulltrúi kvenréttindasamtaka og fleiri og það var haldinn hliðarviðburður þar sem að þær voru að kynna bók sem þar sem hefur verið að tala einmitt kynferðis og ofbeldi sem að Úkraínumenn sérstaklega á eins og þau kalla þetta tímabundnu hernumdu svæðunum. Þau segja alltaf tímabundnu hernumdu svæðunum og þar sem að fólk er algjörlega upp á náð og miskun þeirra sem fremja þessa glæpi er svona sálamorðingja og þetta er alveg hryllilegt náttúrulega það sem er í gangi. Þetta gerist við landamæri, þetta gerist þegar fólk er tekið í gæsluvarðhald og þetta bara gerist þegar einhver kemur heim til þín og svo framvegis þannig að og það sama sömu fréttir eru auðvitað og uppljóstarinn eru að koma núna í ljós í sambandi við Gaza og Vesturbakkann og þannig að mér finnst líka bara þú veist hvernig er hægt að stöðva þessi stríð þar sem að er verið að fremja svona hryllilegt ofbeldi og limlestingar og barsmíðar á fólki og það er bara endalaust verið að dæla auðvitað pening til þess að vinna óvinnin en það er og eins með Gaza með valdboði kemur einhver svona friðarlausn og þar sem að fólki kemur ekkert að því að reyna að semja frið þannig að maður er svona farin að velta fyrir sér að það þykir svo sjálfsagt bara að endalaust að fjármagna stríðið og á meðan að halda hörmungunar áfram fólk deyr og er limlest og fleira en það og svo er það stöðvað með þeim hætti sem að það sem fólk hefur ekkert það að segja hvernig það er gert og þannig að maður er svona farin að setja líka bara spurningamerki við hvernig alþjóðasamfélagi í raun og veru
haga sér og finnst eðlilegt að reyna að gera út stríðsátök. Þar sé stöðvæði. Það sé ekki nema hard power eins og sagtir, bara sjá ekki soft power. Já. Og hafa enga trú á því að þó að allir viti það að sé eina leiðin til þess að koma á friði, þá eins og stjórnvöld lítir svo á að þau hafi ekki valkostum annað heldur en að beita bara hörðuvaldi. Já. Sem þá bara, ég veit ekki hvað að kalla þetta, þá bara einhvern menningarleg hnignun sem orðið í. Og í einhverjum, það getur svo sem verið að það sé rétt í einhverjum tilvikum, það kannski bara ómögulegt. Ég veit ekki hvort það hægt að semja eitthvað við Putin og hans ríkisstjórn. En ég veit ekki. Bara stað, það gamla leiðin, þú sendir bara eitthvað. Já, en ég veit. Og ef hann gengur ekki, þá bara sendur næsta. Já, en ég veit bara ekki heldur hvort það hafi raunverulega verið reynt. Og vera með eitthvað svona sem dregur úr spennu. Og maður mikið gagnrýndur ef maður voru sér að segja að Austurstækjuna hafi á einhvern hátt verið ögrun, en á sama tíma, þú veist, þegar það sagt að það margir aðrir hlutir sem koma inn í, þú veist, við og gagnvart Úkrænumönnum og þeir séu ekki sjálfstæð þjóð, þeir séu raunverulega bara Rússar og alls konar stórveldi straumar og ég veit ekki hvað. Þetta blandast allt saman, það engin ein kannski ástæða og leiðtogar skipta gífulega miklu máli. Og við erum flókið land og við höfum séð það bara í öllum kosningum frá hruni Sovjet, að landið að einhver leiti klofið, þannig stórir hópar sem að skilgreina sig sem Rússa og það heldur ekkert gagn í því að fara alltaf einfalda þetta. Það séu bara saminuð úkraínska þjóðin á móti innrásinni, það ekki þannig. Já, nákvæmlega. En til líka stuðningur við það að leita friðar yfirgnæfandi í Úkraínu. Og þar upplifir fólkið náttúrulega að það ekki árangur af þessum aðgerðum. Og í raun og veru þá alveg spurning, hægt að fæða Úkraínumenn það mikið að þeir vinni hernaðarsigur og það markmiðið? Eða markmiðið að búa til það sem heitir bara svona stálin stalemate, það sem að þú veist árangur hvors fyrir sig orðin það tapmarkaður að það bara, og það verður til þess að menn setjast niður og segja ok, nú setjast við niður og reynum að semja vopnahlé og reynum að semja frið og þessi svæði sem ræðir sem eru og fleira. En það sem að maður sér líka bara að svona almennt kannski að vera með í raun og veru svona stjórnareinstrekstur diplomasíu sem að dregur úr spennumögnun, togstreitu, þú veist, og það er kannski erfiðri dag út af samfélagsmiðlum og það við erum alltaf að tala um að það er svo mikið misvísandi upplýsingar og falsfréttir og það ýtt undir ákveðin svona, það áróður í gangi og þetta getur ýtt undir alls konar ótta og kannski frekar vilja til þess að gripa til vopna frekar en að setjast niður og fara að ræða málin, en það einhvern veginn, já, það svona dálítið frá því að semja, gera málamiðlanir, þú veist, í svona samningaviðræðum þá náttúrulega vanlega fær enginn allt sitt fram, það verður að gera einhverja málamiðlanir í þágu friðar og svo haldið áfram. En að þú veit að vitna í samfélagsmiðla og hvernig umræðan að þá náttúrulega enginn hennar að það klofnar allt bara fljótlega í einhverjum svo 2 valkosti og það eiginlega ekkert í heiminum síðan þannig. Við vorum í gær með ESB var að setja verndartolla og 25% af innflutningi á járnblendi og það var strax í þinginu var það eiginlega það hvort að ESB væri að sýna klærnar og sitt rétta eðli þannig að kannski erum við bara búin að missa getur náði að vera að ræða einhverju hluti sem hafa sem eru flóknir en samt ekki flóknir því að lífið er bara flóknir sko. Það við viljum þá herleiti frekar að ræða hlutina bara eins og þeir eru ekki og vera með aðgerðir út frá heiminum eins og þeir eru ekki eins og fríðar tillögur Donald Trump og svo bara höldum við áfram á þeirri braut af því að við bara ráðum ekki við að ræða og það margbreytilegan heim. Já og einhvern veginn líka svona halda því fram sko þetta sé eins og hefur stundu verið gert með sko Rússa og Úkraínu sé bara milli góðs og ills og
eins og í þessu tilviki með tollana að einmitt að það eitthvað bandalag þjóða hafi eitthvað ákveð eðli og það sé vond eðli eða skítlegt eðli og nú sé raunverulegt andli þessa bandalags komið í ljós og það alveg skautað yfir það að þetta náttúrulega hagsmunagæsla, öðru lagi þá féllu atkvæði mismunandi, sumir stóðu með Noregi og Íslandi og aðrir kusu í þágu þeirra sem áttu komið uppræðlega fram með tillöguna, Frakkar, Slóvakíu með stuðningis Spánverja og svona og þetta er bara svona hefðbundin hagsmunagæsla og útspil utanríkisráðherra að skrifa ekki undir þessa yfirlýsingu um aukið samstarf á sviði öryggis- og varnarmála og út af því að hagsmunamati þar að ESB vill það og það mikilvægt fyrir þeirra eigin varnir og þá spilar Ísland því út og dregur það tilbaka skilur til að bæta samningsstöðu sína og svona í raun og veru ganga málin fyrir sig. Þetta ekki spurning um einhver einn sé svakalega vondur og hinn sé svakalega góður. Svo má líka halda því fram að öllu líkindum mun þetta ekki hafa nein efnahagsleg áhrif á fyrirtækin. Það sem að tillagan snýst um það að halda upp í verði í Evrópu, þá mun 75% af því sem þú fluttir áður fara inn til Evrópu og hærra verði. Hitt mun bera toll sem mögulega kemur þá slétt út eða þú notar þessi 25% og farið hugsanlega hærra verð annars staðar. Þannig að þessi viðbrögð voru öll svona einmitt eins og þú sem átti að fara að sálgreina Evrópusambandið og hverjir væri raunmulegi vinur okkar. Á hvernig ættum við að skella hurðinni. Og ég hef ekkert á móti tilfæðanlegum viðbrögum en sko þegar þú ert í stjórnmálum og þú og það kemur upp eitthvað svona mál að þá líka skiptir bara máli að hugsa þetta út frá einmitt þjóðarhagsmunum. Þú veist, alveg eins og Íslendingar hafa gert í gegnum tíðina. Hvað þeir að gera annað en að verja sína þjóðarhagsmuni gegn hagsmunum einhverja annara og við ákveðnar dálítið furðulegar aðstæður sem að skýrast af aðgerðum Bandaríkjaforseta og Bandaríkjastjórnar. Þannig að einmitt þetta og líka einmitt skoða þá bara hverjir eru afleiðingarna, eru það þá svo slæmar og svo framvegis og framvegis. Þannig að og þetta í raun og veru ekki jákvæð þróun. Þetta vandamálið okkar hinsluta. Já, þessi skaupin. Ég þetta fyrst mér það bara að við séum að missa hæfnina til þess að tala hluti með þeim leiðum að það leiði til góðra niðurstöðu. Já, og líka sko eins og ef við erum að tala til að mynda eins og þú varst að vísa í Miðflokkinn. Þú veist það var nú þetta með klærnar var nú frá formanni Sjálfstæðisflokksins. Það var Guðrún Hafsteins, já. En svo líka Miðflokkurinn, hann var Bergþór í Kastljósi, en svo fer maður líka að hugsa sko, þú veist, hver þá og líka bara hver raunverulega stefna flokka eins og í raun og veru sá flokkur eins og Sigmundur Davíð, hann leggur svo mikla áherslu að þetta bara einhvers svona skynsemistefna. Hvað merkir skynsemi? Hvað eitt sem getur verið skynsamlegt fyrir mig ekkert allavega skynsamlegt fyrir þig og svo framvegis. Það segir við sína skynsemi ekki þína. Já, akkurat. Þannig að þá ertu líka komin í dálítið svona ógöngur og blindgötu með alla umræðu sem snýr þá að einhverjum málefnum, þú veist. Hann trúi því að ef skynsemi hans og skynsemi þín fer ekki saman, þá þú ónskynsam. Já, akkurat. Þetta náttúrulega þannig. Og það sem skautun. Það sem bara liggur í eðlinu og all umræða bara leysist upp eins og þessi sýra. Leysist allt upp í þessu. Og ég veit ekki sko fyrir fólk sem að þetta að fylgjast með og ég finn mér sko með sjálfa mig að sko stundu finn ég nánast fyrir að það allir að fara í kulnun, ég nú ekki að fara í kulnun en ég finn stundu fyrir smá örmögnun, ég nenni ekki að hlusta á þetta, þú veist, eða þannig, þú veist, maður svona, þetta Það hins vegar vandamál, Magna, vegna þess að einhverju verða að verja lýðræðið, og þá ég að tala lýðræði sem að byggir á sko opinni, sterkri umræðu, dreifðri umræðu, þannig að við getum komist að góðu niðurstöðum, ekki þetta gaspus umræða sem að á síðan bara útkljá með einhverjum kosningum. Við erum að missa það lýðræði sem svona breytt og opið og sterkt. Nákvæmlega, ég algjörlega sammála, en ég aðeins að upplustra smá líðan sem á tilfinningu sem að kemur stundum yfir mann og en svo líka talandi það, ég var að segja ég var að fara á
í viðtal samstöðinni og þá sagði mitt vinkur mín samstöðin, byrju, hvað er það? Og ég sagði, þetta er sjónvarpsstöð og svona fréttastöð sem Regína Gunnarsson hvað, ég hlusta aldrei á þá. Og svo er líka bara svona ákveðnu hópur í samfélaginu sem bara, þú veist, ég veit ekki eins og hvað samstöðin er. Og þá maður að hugsa maður alltaf að tala inn í eitthvað samfélag sem þar sem allir tilheyra sama ættbálknum eða þannig, members of your own tribe eða næra þetta eitthvað lengra út í samfélagi, sko, umræðan. Það er svona 40, kannski orðið núna 50 mann sem að nota þetta oft. Ég veit ekki hvað er stór hópur sem hefur svo mikið áhuga á svona, það sem þetta er kallað svona current affairs. Hann er ekkert sko, hann er ekkert gríðarlega stór. Nei, ég að segja það er hellingur hópi sem mun aldrei nota samstöðuna. Já, ég veit það. En ég í upphafi þá var maður að kynna samstöðuna. Ég hafa svona texta sem ég senda fólk, sem ég að sendi klippu og allt saman til þess að útskýra þetta. Ég er alveg hættur að þurfa að nota það, sko. Nei, sko, ég hlýnd samstöðunni, mér mjög og umræða eiga sér stað. Ég var bara að hugsa hverjir að hlusta? Er það bara einhverjir sem eru vanlega sammála öllu sem að viðmælandi segir? Þið fáið alls konar. Það komið alltaf óvart, þetta er fyrsta manneskinn sem ég veit eða svona sem vissi ekki hvað samstöð var. Ég var að hugsa byttu allir séu fleiri það verður aldrei auglýst og svona, þetta er bara borist út með núna veit þessi, kannski er þetta síðasti síðasti móhíkaninn. Það er alltaf gaman að fá þig hingað að spjalla hlutina. Já, takk fyrir. Við ætlum að halda áfram, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem við lifum í, samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.